Takk fyrir það. Sælt fyrir fólkið, alltaf rosalega gaman að fá að tróða upp á þessum degi. Virkilega gaman að sjá allar þessar gömlu klippu með Ladda, gömlu spaugstofunni. Því mér finnst Laddi vera ógeðslega skemmtilegur, ekki síst sem talsetningarlistamaður. Mér finnst hann vera sennilega besti talsetari landsins því að strumparnir, Laddi talseti alla strumpana. Og þeir eru meira en 50. Og ég held að hann hafi gert það bara yfir helgi í stúdíós í landi. Og nú er að koma strumpa bíómynd í þrívídd, The Smurfs 3D. Og við verðum að fá hann til að talseta hana. En við hefðum átt að vera búin að ná í hann fyrr og láta hann talseta stærstu strumpamynd allra tíma. Avatar. Þegar ég sé hana, hún fjallar svona bláa risa sem eru í útrýmingahættu. Ég er ekki að tala sjálfstæðisflokkin, heldur frumbyggja. Og hún er rosalega góð, en hún er svolítið svona eins og Hugleikur verið að lýsa hann svona dramatísk og það hefði breytt svo miklu í atriðinu þegar verið að brenna þorpið og allir eru að deyja ef aðalstríðsmaðurinn Jake Sully hefði staðið þarna blár í framan með bogan og síðahárið og síðan bara komið það er búið að kveikja í trén okkar. Það er allt önnur mynd. En það er svo gaman að sjá hvað Íslendingar eru snaggir að taka þátt í svona söfnunum og við erum snögga að fylgja okkur á bakvið góð málefni eins og Gay Pride. Ég er rosalega stoltur af því hvað við tökum mannréttindi samkynhneigðra alvarlega á Íslandi og ég var stoltur því ég horfði á viðtal í Stöð 2 í fyrra við 2 stelpur sem farið í gleðigönguna alla ævi. Það voru 5 og 6 ára reyndar, en þær þekktu ekkert annað, sko, fyrir þeim er þetta bara, þú veist, það er afmæli, páskar, svo Gay Pride, svo koma jól, þetta er allt einu svona ári. Og það voru að spura stelpur, hvað fannst ykkur skemmtilegast í gleðigöngunni ár? Og þær sögðu, leðurhommarnir. Svona gamli leðurhommar í bakgrunnum. Svona er Ísland í dag. Við erum það umburðarlynd og viðsýn að leðurhommar, sem í sumum löndum eru nú bara grýttir út á götu hjá okkur, þeir eru barnagælur. Það styttist í þetta verði bara krakkar. Það er komin leðurhommar skemmt í afmælinu. Hvað ætlar hann að segja? Rendu frá, þau skiljaði ekki. Halló, krakkar! Og ég er stoltur að ég búa í landi sem er á hraðsiglingu inn í framtíðina. Og mér finnst það ótrúlegt að það hafi ekki verið hommar hérna fyrir 1978. Mér finnst það ótrúlegt. Þá bara birtust þeir eins og geitungar. Sem nota bene birtust á Íslandi fyrst 1973. Frændi mig sagði mér það. Þeir veist akkur komu, geitungarnir. Það voru til við gengum í EFTA. Þá fórum við að flytja þetta allt inn, banana og eitthvað. Getur ímyndaði hvað við fáum við göngum í ESB? En geitungar hafa ekkert alltaf verið, en ég þekki ekkert annað. Ég þekki ekkert annað en á sumrin, þá þurfi ég að laga mig að geitungum. Og sko, persónuleiki geitungsins, hann er ömurlegur. Ég ætla bara alveg að vera hreinskilinn. Hann er sjálfhverfur, hann er svona einhliða og stefnulaus og í raun er geitungur bara svona. Hei, hvað er að gera? Hvað er að gera? Hei, hvað er að gera? Ég ætla að trufla þig, hvað er að gera? Kemur sopa. Kemur sopa, kemur bita. Nei, djók, ég farin, bye. Djók, komin aftur. Kemur sopa. Á ég stinga þig. Þeir leggja mann í einelti og maður verður svo meðvirkur með þessu. En sko, þeir sem fæddust vel fyrir 73, þeir sluppu við geitunga. Þannig að þeir geta ekkert verið að setja ofan yfir okkur. Það þýðir ekkert að segja, já, við vorum föst hérna í stríðinu því að við allt til alls, en við vorum með kreppu og vöruskort og engin epli nema á jólunum. Já. En voru geitungar? Nei, reyndar ekki. Já, fokka þér. Þið sluppu við geitunga, 1-1. En ég reyndar hef sjálfur ekki miklar áhyggjur af geitungum því að þeir eru dauðir 9 mánuði ársins. Eitthvað annað en kviðmáar. Kviðmáar eru lifandi allan ársins hring og þeir eru stærsta vandamál íslensk samfélags. Ekki fyrirbæri sem slíkt, heldur bara það við skulum eiga orð yfir þetta. Kviðmáur, hvers slags orðskrýpir þetta, hvernig á að nota þetta? Blessaður kviðmáur, takk fyrir seinast. Þetta er bara út í að vera svo fá og menn hafa fatta bara í gamla daga, ja, hér verða árekstrar maður. Hér geta árið árekstrar og það geta enda mjög illa þannig að látum þetta bara hljóma eins og göfug ættartengsl. Sem þetta er ekki. Eða hefur einhver hlustað á útvarpið og heyrt ástkær faðirinn minn, eiginmaður, sonur, frændi og kviðmáur verður jarðsunginn í dag. En þetta er út af því að við erum svo fá. Og við erum svo ótrúlega fá. Hér hefur verið byggð síðan 874 en það hafa einungis fæðst 800.000 Íslendingar. Það er allt og sumt, tótal 800. Pæli hvað þetta er vonlaust hjá okkur hérna. Meir en 1000 ár frá landnámi og við náum ekki upp í 1.000.000 þó við teljum allt dauða fólki með. Það er ekki nema að vona að sé allir kviðmáar hérna.
En við varðveitum gamlar hefðir og við erum núna að fara í jólatörnina. En ég vil koma eina hérna í lokin. Við verðum að fara að endurskoða sem þessi jólalög okkar. Það þarf að fara að virka einhver endurskoðunar ákvæði, til dæmis í Nú skal segja. Mér þykir kvenþjóðin bera skarðan hlut frá borði í því lagi. Lýsing á því hvað ungar stelpur gera. Þær sig hneigja. Við erum að tala það, í dag eru sko fleiri konur en kallar í Háskóla Íslands. Þetta ætti frekar að vera klára master. Og í hátíð í bæ, þar nú bara að vera að halda upp á misskiptingu. Hann fékk bók en hún fékk nál og tvinna. Og maður bara svona, já, ok, þetta eitthvað gleðilegt? Bara, gjörðu svo vel, þú karlmaður, þú fær menntun, þú hefur framtíð, farð þú að sauma. Farðu inn, farðu að saumaðu, já. Og hneigðu þig. Já. Og svo verði ég að segja að jólasveinalögin eru glórulaus. Jólasveinar 1 og 8 mér hulin ráðgáta. Því að það bara eins og það sé svona deleted scenes. Það vantar heilu sögurnar inn í það. Það kemur allt innu bara í fyrra kvöld þeir fóru að hátta á undan Jón á völlunum. Hver Jón á völlunum? Hvað þýðir það að fara að hátta á undan honum? Fór hann snemma að hátta eða seint? Við vitum það ekki. Og svo heldur þetta áfram, nýjar persónur dúkku upp. Andri stóð á utan gata. Já, þokkalega fyrst minnst á hann núna. Ætla að færa hann tröllunum, en þá var hringt í Hólakirkju öllum. Það einhver atburðarás sem við höfum engar forsendur til að meta. Var gott að Andri satt að vera færður tröllunum. Fyrir svo utan aðalspurninguna. Jólasveinar 1 og 8, þeir eru bara 9. Hvar eru hinir 4? Skiluðu þeir sér atkvæði? Nei, strákar, Andris fínn. Við skulum ekki að færa hann tröllunum. Látið hann í friði. Herru, ég heiti Ari Eldjárn, í uppistandsvotnum með Ísland og til hamingju með dagur Rauðanefsins og allir gerast heimsforeldri. Takk fyrir mig.